Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Það fimmtudagskvöld 13. ágúst, dagurinn eftir almyrkvann í gær. Ég heiti Björn Þorláksson. Með mér Ásdís Olsen, sæl og blessuð. Hvernig var almyrkvinn í þínu lífi í gær? Það bara beint í heitapottin. Já. Sko, ég var í heitapottin. Ég bara, við vorum með varaðeld í garðinum. Já. Og vorum með svona seremoníu, drukkum heitt kakó eða svona kakao, settum, ég var búin að undirbúa þetta svolítið, sko. Maður átti að losa sig við þar sem á eldin, þar sem maður vildi skilja eftir. Já. Og svo að taka inn það nýja. Þannig að þetta var svona hátíðstund í garðinum, í rigningunni. Þannig að þú losaðir við einhvern ósóma. Alls konar ósóma. Já, og maður er alltaf að reyna að bæta sig og þroskast eitthvað og ná í meiri kærleika og sátt. Það verðugt markmið. En þú? Sko, ég var eiginlega líka með að segja einn með dóttur minni, hún er á 16. ári. Við vorum reyndar, það var ekkert langt í næsta fólk en við vorum út á Nesi, Seltjarnarnesinu. Já. Og við vorum bara voða mikið svona 1-2 sátum á steini í fjörunni og í andlegu ástandi og það var mjög gaman að því að við vorum svona samstillt á það að þetta væri mjög merkileg stund og við fengum bæði mjög mikið út úr þessum litabreitingum og svona, og mér fannst allt í lagi að það væri skýjað og jafnvel súld vegna þess að mér fannst bara allir litirnir svona mjúkir þarna við hafið og ströndina fallegir, þannig að ég fekk heilmikið út úr þessu. Já. Upplifir eitthvað svona, eitthvað svona innra með þér eins og talaði um að maður sé að... Já. Skynji eitthvað? Ekki kannski beint skynjun, ekkert nýtt en þetta var svona einhver hátíðleg tilfinning og eitthvað gott. Já, þú upplifir þetta jákvætt? Já, mjög jákvætt. Og þannig að veðri fór ekki taugarnar á mér. Nei, það þýr ekki að láta veðri fór taugarnar. Við vissum að þetta var að gerast, þannig að þú veist, og ég meina mér fannst magnað að upplifa þegar myrkur skall á. Já. Og það var alveg svona aha-moment. Þegar ég var að upplifa það í fyrstu skiptaæfinni. Og líka þetta gerist hraðar en það getur gerst. Sko, þetta er óraunveruleiki sem fylgir þessu. Þetta getur ekki gerst svona hratt, en samt þetta gera svona hratt. Og það var svo tilfinning sem að býr svona til einhverja töfra. Það er svona kannski aðdáun á náttúrunni sem að maður finnur fyrir. Hún er þarna virkilega að hafa áhrif á okkur. Bara... eins skýrt og það getur orðið. Allt sem tengir okkur við móður, jörð og náttúruna er gott. Já. Þannig að ég held að þetta hafi verið góðu dagur fyrir okkur öll. Sammála því. Frábært. Ertu orðin brjáluð á ESB-umræðinu eða hvernig er það að leika þig? Alls ekki, sko. Mér finnst alveg gaman þegar að þetta kemur upp, sko, og fólk er eitthvað að velta þessu fyrir sér og ég nenni nú ekki að vera að taka þátt í einhverjum, þrasi þetta eða, og ekkert með neitt rosa sterkar skoðanir, svona frekar bara, já, endilega, ég er forvitin og að sjá hvað getur komið út úr þessu og ég held að umræðan geta alveg orðið til bóta fyrir okkur, ég meina það fara allir einhvern veginn að skoða sem gang, held ég. Ég held sko að sólmyrkvinn hafi komið á besta tíma svona til þess að hreinsa til. Já, heila okkur saman sko. Heila okkur saman. Já, við vorum fann að rífa svo mikið. En þú, hvað ert þú í þessu? Ég er alveg á kafi í þessu frá móti kvölds. Það er sko eiginlega allar hugmyndir mínar viðtalsefni snúast Evrópukosninguna. Þannig að ég er alltaf að velta þessu fyrir mér dag og nótt. Hvern get ég fengið að rauðaborðinu til að tala við, hver hefur ekki tjáð sig. Þannig að ég er svona með ákveðna þráhyggju gagnvart þessu vegna það sem ég finnst að skylda mín. Núna eru 16 dagar í kosninguna. Þetta verður búið áður en maður veit af. Og mér finnst bara fjölmiðlar á Íslandi og við sjálf bara ekkert vera að standa okkur neitt rosalega vel í því að reyna að fræða fólk. Já, fræða fólk og útskýra hvað það snýst, þannig að það er sko, ég kvart ekki, ég væli ekki en ég er mjög mikið á kafi í þessu.
Ertu búin að taka afstöðu? Já, ég er búin að taka afstöðu. Ok, hvað ætlar að segja? Ég ætla allan daginn að segja já 29. En ég myndi segja að það jafnvel undir 50% líkur á að ég segi já með, þegar kemur að það greiða atkvæðan samning, ef til þeirra stundar kemur. Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt að við skulum ekki sjá það að auðvitað segja maður já núna og svo skoða maður hvað kemur út úr því. Ég veit ekkert hvað kemur út úr því. En allavega, þetta er svona, já, ég hef ekki orðið fyrir neinum vandræðum í fjölskyldunni eins og talaður fólk sem að segja sér svo blóðir árekstrar og svo leiðis, en að ég svona sloppið við það mestu. Já. Er það? Er fólk að fara að slást bara heima? Formaður Sjálfstæðisflokksins hélt því fram á mánudagskvöldið í Silfri Egils á Ríkisútvarpinu að bara fjölskyldur væru klofnar í herðar niður, sko. Og þetta væri að sundra bara öllu samfélaginu þessi kosning. Hvað segir? Það kallar á einhvern veginn, já, að það þarf þá að taka umræðuna og leysa málin, hlýtur að vera. Þannig að já, þetta er forvitnilegt hvernig fólk bregst við. Og ég fór nú að hugsa viðtalið sem ég var að taka við hana Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara. Má ég nefna það í þessu samhengi? Og þegar hún er að vinna í Úkraínu og er búin að vera þar með annan fótinn að eiginlega kenna heilbrigðisstarfsfólki að vinna með svona höfuðbein og spjaldtryggja meðferð sem er mjög áhugaverð og áhrifarík, sérstaklega fyrir áfallastreituröskun og svona sálræna áföll. En og þegar hún var að lýsa þessari þjóðs, hvernig hún er saminuð, hvernig hún hefur styrst, hvernig já, og það er einhvern veginn svo hún sagði það er svo mikil kærleikur, svo mikil hjálpsemi, það er svo mikil einhvern veginn við saman í liði, sem er svolítið áhugavert og ég get ímyndað með maður hefur að teyrta að þegar að það er eitthvað utanfrá sem ógnar þá saminum stuð. Já. Þannig að það var ýmislegt svona sem var fróðlegt sem kom fram í þessu viðtali og ýmislegt sem að hún sagði að við getum lært af þeirri þjóð sem að er í þessum erfiðu aðstæðum. Já, ég er spenntur að fylgjast með því sem að þið ræðið í þessu samhengi. Við endum þáttinn í kvöld á ESB einslæginu, N1, það er Þóroddur Bjarnason, prófessor, sem starfaði lengi fyrir Norðan á Akureyri á Háskólanum á Akureyri en er núna komin hingað suður og er í HÍ. Hann er nú svona eiginlega bara einn okkar helsti byggðafræðingur og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára áhrif aðildar að ESB á sérstaklega íslenskar landsbyggðir. Já. Og við náttúrulega eins og þú hefur tekið eftir þá er eiginlega bara þetta eru tveir ólíkir heimar, sko, landsbyggðirnar og höfuðborgarsvæðið. Hér er mikill meirihluti fyrir jáan en mjög stæk andstaða víð út á landi. Og það verður gaman að heyra hvað Þóroddur segir. Er það út á landbúnaði eða og sjávarútvegi? Og sjávarútvegi, já. En þetta eru mjög skarp skil og það verður fróðlegt að heyra greiningu Þóroddar líka. Ég held að Gunnar Smári ætlum bara spyrja hann bara svona út í heildar áhrifin út á landi, sko. Þannig að það er svona verður vonandi einhver niðurstaða í því hjá þeim. Já. Nú á undan því ræði ég við Ingva Ómar Sigurðarson, hann er formaður leigjendasamtakanna en segist ekki koma fram sem slíkur í spjalli, heldur bara sem einstaklingurinn Ingvi Ómar. Við ræðum sérst húsnæðismál í tengslu við Evrópuumræðu Íslendinga og hann ber saman húsnæðishlutskipti okkar núna og hvað myndi breytast með eingöngu í Evrópusambandið með evru og öllum pakkanum. Getur þú sagt frá því í stuttum máli? Já, ég get alveg sagt það, sko, að hann er honum finnst orðið bara vonlaust og allar tölur tala þannig fyrir ungt fólk á Íslandi að eignast eigið húsnæði óstutt. Og það finnst honum mjög alvarlegur vandi. Og hann bendir á það að 5-6% íslensku þjóðarinnar voru síðustu aldamót leigjendur. Núna nálgast þessi tala 30%, þannig að þriðji hver Íslendingur er núna í leiguhúsnæði í stað þess að væri bara 5-6% fyrir aldarfjórðungi.
og þetta segir hann að sé náttúrulega kyrkingaról og það ýmislegt sem bendir til þess að segir hann að okkur væri betur borgið í ESB. Og þá bara lána kjör og já, og vextinnir og allt þetta sko. Svo alls konar neytendavernd og öryggi sem felst í því sem að þannig að hann alveg harður á þessu. Já. Nú, þú nefndir hana Erlu Ólafsdóttur, sjúkraþjálfa, og þið verðið að spjalla miðbygg þáttarins þetta. Já, þetta svona andlegu nótum alveg. Já, það andlegu anstæða við allt annað sem er í gangi. Já, kannski út af því að hún svolítið þar. Já. Og ég kannski líka, og ég alveg til að ræða svoleiðis og svona að hún að tala svona það hvernig við getum lagt gott til heimsins með því að leggja ekki á vogarskálar svona átaka. Já. Og alls konar svoleiðis áhugaverðar vangaveltur en fyrst og fremst hún að segja okkur frá aðstæðum í Úkraínu og hún segir þetta svo merkilegt sko, þú veist, flesta nætur þá eru svona sprengjur og alls konar ónot af stríðinu sem að fólk eru vart við en það allt þrifið og hreinsað á götunum á eldsnemma mótnana þannig að þegar maður kemur út á mótnana þá bara eins og ekkert hafi ískorist og fólk fer og tekur þátt í bara sín daglega lífi og súrrealist. Hún segir það líka athyglisvert að fólk leggur upp úr því að njóta lífsins og það eins og kannski þetta ýti á það að það að gera lífið eins fallega og það getur. Já. Ég djammaði miklu meir í menntaskóla en Erla því að ég hélt alltaf að kjarnorkubomban væri að fara að springa sko. Já, nákvæmlega. Við sem erum alveg upp í kalda stríðinu, erum kannski búin að stilla inn á þessar strengi snemma á æfinni. Já. En hún nú að tala að fólki þarna lífi sínu með göfugri hætti sennilega ekki bara djammandi. Jú, mér heyrist að hún lýsti svoleiðis aðstæðum og svo auðvitað svona að fólk kannski styðist líka við trú þegar að svona erfiðar aðstæður uppi og hún hefur verið að meðhöndla kannski hermenn sem að koma úr fangabúðum þú veist, í Rússlandi mjög illa farnir eftir pyntingar og hún með þá í fanginu og þar líka einhvers konar æðruleysi sem einstakt að verða vitni að. Já. Þetta ótrúlegt stríð, ótrúlegt afrek sem að Úkraínumenn hafa unnið á þessum umliðinu árum. Ég hef sagt þér að ég fór þarna einu sinni að landamærum Póllands og Úkraínu og horfði á flóttafólki koma yfir landamærin og tók viðtöl við konur sem höfðu borið börnin sín 100 kilometra hafst við í hellum á meðan mennirnir þeirra fórust í stríðinu á vígvöllunum. Wow. Og ég var að vinna fyrir Fréttablaðið þá og sjónvarpsstöðina Hringbraut. Hvað árið þetta? Og þetta hann bara rétt eftir að 2014 þá? Eða Nei. Innrásin, hvað 4 ár síðan hún? Já, 2022. Já, þetta bara rétt eftir hún sko hóst, bara mjög ánægða með ritstjóra Fréttablaðsins og eigendur blaðsins að þeir bara splæstu í farmiða fyrir mig og ljósmyndara, þannig að Sigtrygg Ara Baldursson. Wow. Já, en maður sko þetta var þannig ferðalag að ég sé allar fréttir sem ég heyri á þessu stríði náttúrulega þær eru nær mér og ég skynja þær öðruvísi eftir að hafa kynst fólkinu sem að það er ju almenningur sem náttúrulega megin fórnarlömb svona stríða sko. Þannig að það verður fróðlegt að hlusta á ykkur. Nú hann Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins, hann bætist í hóp þeirra sem ræða ESB-málin við rauðaborðið í kvöld. Gunnar Smári ræðir við hann. Við höfum tekið eftir því að vinstrið svona heilt yfir frekar á móti því að við segjum já, en samt skoðanir skiptar. Við sáum formann VG segja já meðan Svandís Svavarsdóttir segir nei. Ég veit ekki hvað Stefán Pálsson segir, mest líklegt að það sé nei, en það verður gaman að heyra hans rök. Og við ætlum að hefja þáttinn á svona hópumræðu sem
fréttir vikunar. Það komið hérna Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, Björn Leví Gunnarsson fyrrum þingmaður og Björg Eva Erlendsdóttir frá Landvernd. Þau ræða fréttir vikunar, sólmyrkvan, ESB og fleiri mál sem við höfum verið að innbrá. Spennandi. Og það bara mjög dýnamísk og eiginlega tilfinningarík umræða á köflum. Þannig að ég mæli bara með því að þú sitir hérna og fylgist með þættinum okkar aðeins lengur hlustandi eða áhorfandi góður. En áður en við Ásdís kveðum ykkur, þá ætla ég að benda á það að á morgun tökum við upp helgispjall sem verður varpað út á laugardagsmorgni klukkan 9 og svo verður einnig þátturinn vikuskammtur á morgun þar sem Gunnar Smári fær 4 góða gesti til sín í beina útsendingu. Ásdís, þú verður með þetta helgispjall á laugardagsmorgunin og þú ætlar að ræða við konu sem að fæst okkar hafa séð en við höfum mann sem hefur heyrt í henni. Já, ég trúi því að all þjóðin hafi heyrt í Halldóru Björnsdóttur nokkur sinnum. Já, hver er Halldóra Björnsdóttir? Halldóra Björnsdóttir sem sagt sér morgunleikumina á Rás 1 og er búin að gera það í nærri 40 ár. Og samt hún bara kona, finnst mér. En já, þess vegna nú kannski, og ég veit að hún hefur ekki farið í viðtöl, sko. Þannig að við erum að fá að hitta hana hérna. Skemmtileg. Já. Þekkir hana það persónulega? Já, ég það oft þannig að maður næri einhver með viðtal sem hefur aldrei viljað fara í viðtal við aðra fjölmiðla. Þá er það einhver kunnuleiki. Það þannig, sko. Já, við vorum að leika okkur á skíðum í gamla dag. Vorum kepptum saman á skíðum í skíðadeild Ármanns. Kynntumst þar og svo vorum við saman að vinna í Kerlingafjöllum árabil þar sem við vorum að kenna skíði. Og já, höfum haldið sambandi og hún er bara einstök kona og líka var með tengingu við Valdimar og Jónínu Ben sem voru á undan henni þarna í morgunleikuminni. Já. Og fyrir 30 mínútum vissi ég ekki að þú varst skíðadrottning og varst í landsliðinu árum saman og varst ótrúlega góð að skíða. Já, við eigum orðið langar sögu, það er ýmislegt sem geti komið á óvart þegar maður opna á allt sem maður er búin að gera í lífinu. Mér finnst það magnað, mér finnst það ekki alveg sjálfgefið, mér finnst það ekki alveg að það er til eitthvað sem heitir klassísk íþróttaþýpa. Mér finnst það ekki þannig. Ef þú vissir, ég er nú bara, ég sko hreyfi óð með örugglega einhverja ofvirkni og ég var bara send í allt, sko. Ég var látið stunda og ég var í fimleikum og skíðum og trúlega var alltaf verið að reyna einhvern veginn að reyna að sístu mér einhvern spenning og orku eða eitthvað. Og ég er alla daga bara helst upp á fjöllum, sko, ef ég mögulega get. Já, og slærð golfkúlu það samanlega. Já. Þannig að út að leika er svolítið mínar æru kýr. Já, gaman að því og vel gert að fá hana Halldóru til þess að ræða við okkur hér og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja. Ég veit ekkert þessa mannesku, annað en það að hún er búin að reyna að fá mig til þess að hreyfa mig í 40 og það hefur ekki gengið. En ég hef alltaf verið að veltaði fyrir mér á ég að gera þessar hreyfingar, á ég að prófa þetta. Já, ok, það getur breyst. Núna þegar ég held að þetta sé líka sérstaklega hentugt fyrir þá sem eru heima á þessum tíma þar sem þegar fyrir að róast hjá okkur þá fyrir við að gera morgunleikum með Halldóru. Takk fyrir að vera með mér í kynningunni, Ásdís, og gangi þér vel með viðtalið. Takk sem leiðis. Og það styttist á í að við hefjum leik, ég ætla bara svona rétt að minna ykkur á það þeir sem að fylgist með okkur kannski daglega og eru þakklátt og ánað með efnið. Ef þið hefðu tök á því að sýna okkur það í verki með fjárstuðningi, það er svo sem aldrei gaman að ganga hérna með eitthvað bettlista eða söfnunarbauk, en það er samt eiga síður staðreind að við værum ekki í loftinu ef fjölmörg ykkar hefðu ekki ákveðið að greiða okkur 10, mánaðarlega 10 og ef þú ert að velta því fyrir þér að styrkja okkur en hefur ekki gert það þá eru hægheimatökin að fara inn á vefslóðunarsamstöðin.is og þar er áskriftar hnappur og þar getur við fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði lagt þitt lóð á vogarskálarnar til að við höldum áfram að búa til spennandi og skemmtilegt efni fyrir þig. En ekki fara langt, örfáar auglýsingar og svo teljum við í, fáum reynslubolta til að ræða fréttir vikunar, sólmyrkvan í gær, umdeilda
brottvísun eða afplánun fanga sem framdi hræðilegan glæp, ESB-málin og margt fleira. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, minigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.